Við erum í viku 2, í vegfartum 2 voru 2026 og námsefni þessarar og næstu viku eru TypeScript, HTTP, Hono og Express sem allt eitthvað sem við förum yfir og gerum og vinnum með í verkefni 2 en við ætlum líka aðeins að skoða prófanir eða testing í þessari viku og námsefnið og líka það sem tengt verkefni 1 og höldum áfram með það á eftir en þið getið undirbúið fyrir næstu viku með því að fara yfir þetta hérna og við ætlum í raun núna ólíkt því sem við vorum með fyrra, þá vorum við með 1 Hono-verkefni og 1 Express-verkefni en í þetta nú ætlum við að vera með 2 Hono-verkefni því að Hono er, skemmtilegt lítið framework sem við skoðum betur í næstu viku. En við ætlum líka aðeins að fara núna yfir einstaklingsverkefnið sem er verkefni sem að fer yfir í raun allt misserið og er sett fyrir í dag, svo getið þið skila hérna og í seinasta lagi, ég held ég hafi sett það bara 18. febrúar að það er þá fyrri skil á einstaklingsverkefni. Ég fatt að ég á eftir að búa þetta til í Canvas en ég geri það bara seinnipartinn í dag og fyrri skil og svo eru kynningar hérna í seinustu 3 vikunum og svo loka skil á einstaklingsverkefni hérna alveg bara í blá lokin á misserinu. En ef ég fer aðeins yfir, það er komin hérna lýsing á einstaklingsverkefninu að þá er það þríþætt. Það eru þessi fyrri skil, þar sem að þið ætli bara skilgreina verkefnið sem þið ætli að vinna, útbúa einhvers konar verkplan og útbúa matskvarða út frá verkefninu sem þið ætli að vinna. Þannig að þetta eru 3 hlutir, fyrir mig það á þessu eftir og tiltölulega einfalt bara svo lengi sem ég uppfylli þessa 3 hluti að bara fá þessi 5% fyrir það. Þannig mjög gott að vinna þetta. Þið þurfum alls ekki að gera nákvæmlega það sem þið lýsið í þessum fyrir skilum. Þetta er bara til að fá okkur að byrja að hugsa og byrja að skrifa okkar niður. Þið megið síðan skipta algjörlega skoðun, þið megið breyta þessu algjörlega. En bara ef þið gerir það, bara látið mig vita í seinustu, í lokaskilunum. Eða lokaskilin eða full skil er það bara skil á verkefni og svo skil á skýrslu. Og þetta er þá verkefni sem þið vinnið sjálf, ólíkt hópverkefni þar sem þið vinnið í hóp, þannig að þið sjáum þetta bara sjálf. Og þetta gildir 10% lokaeinkunni og svo er kynning á verkefninu og kynningin gildir 10% lokaeinkunn líka. En þetta er mjög opið og bara svo lengi sem það einhvern veginn tengist vefforritun og þá er ég eiginlega til í að þið getið unnið það. En það eru skilyrði sem eru líka svolítið opin en að þið tjekkið í allavega eitthvað. Þannig að þið núna hugsið, mér langar að vinna verkefni sem er klassískt dæmi sem að ef ykkur dettur ekkert annað hug mæli með að þið gerið sem er bara til að gera lítinn veg fyrir sjálfum mig. Bara þess að kynna mig, kynna verkefni mín og ég ætla að nýta það síðan þegar ég fer að leita vinnu eða eitthvað svona. Bara, svo ég segi, þegar ég er að taka viðtölu við fólk, ef þið eru með eitthvað eigin vef, þá er það bara eitthvað flott. Þið eru virkilega eru það að setja eitthvað þarna fram sem eru ólíkt hinum, sem er alltaf kostur. Og þá getur ég hugsað, ég ætla að setja upp eitthvað bakenda þar sem að ég ætla að setja upp JSON-skrá sem að geymir verkefnin mín eða upplýsingar mig eða eitthvað svoleiðis. Eða ég ætla að setja upp gagnagrunn sem ég ætla að lesa þessi gögn úr. Og síðan ætla ég að gera framenda og ég ætla að velja Svelte, mér langar að prófa Svelte sem er annað framework ólíkt React. Þá er þið komið tvennt af þessum lista. Þannig að þið hugsið þetta í þessu, ég ætla að gera eitthvað tvennt. Svo get ég líka hugsað, ég er búin að fá nóg af þessari forritun og mér langar aðeins að bara greina eitthvað og ég er með þessa viðskiptahugmynd og mér langar að skissa upp hvernig viðmótið gæti verið þessu appi sem ég er búin að ganga með í maganum hugmyndi af núna í 2 ár. Þá get ég bara nota þetta til þess að gera það og fá feedback frá mér á það hvað mér finnst það. Þá get ég sagt, ég ætla að útfæra hönnunarskjöl og ég ætla að gera það í Figma. Það getur bara verið mjög einföld prototýpa eða þið getur farið að hanna eitthvað. Þetta er bara æfing í Figma og svo ætla ég að greina verkefnið. Þannig ég ætla til þess að búa til einhverja tímalínu sem ég sé fyrir mér að vinna. Svo getur þetta virkað sem inngangur að umsókn í Rannís til þess að fá styrk, hvað er ekki fræ, með styrkur sem þið getur sótt til þess að vinna einhver svona verkefni. Þannig að það er alveg fullt sem að geti opnast af þessu. Svo getur ég líka sagt, ég er að vinna í þessu og í vinnu sem ég er í samhliða
og þar erum við búin að vera að gera eitthvað í X og mér langar að læra meira á X, þannig ég ætla, þú veist, og það geti verið .NET eða eitthvað og mér langar að prófa að búa til .NET vefþjónustu. Ég er ekki fann að gera það í vinnunni minni en mér langar að bara prófa það. Þá getið þið sagt, það er eitthvað bakendi og það er vefþjónusta. Og það er bara flott líka. Þannig að það er svona, þið mótið þetta bara út frá því sem ykkur langar, hvar áhugasvið ykkar liggur og svona, já, mjög opið. Og síðan setjum þetta niður í þessu fyrstu skilum og þá ætlum ég bara að beða ykkur hugsa það að þetta er frekar að hafa þetta fókuserað og láta mig segja, þið myndu kannski vilja gera eitthvað meira. Af því að þetta hefur yfirleitt verið of ambitious hjá þeim sem skila. Bara ég ætla að gera þetta og þetta. Og þá ætlum við að hafa í huga að við ætlum að búa til notendaumsjón og vefþjónustu í hópverkefni 1 og við ætlum að nota React í hópverkefni 2. Þannig það er kannski gaman að prófa eitthvað annað í þessu verkefni. En þið megið líka alveg nota það sem þið lærið í því og gera eitthvað sérstakt fyrir ykkur. Þið bara ráðið. En skópa þetta frekar niður í eitthvað svona fókusað. Svo ætlum ég að skrifa skýrslu þar sem að þið farið bara einfallega yfir það sem að kemur fram í fyrirskilum pluss útfærslu, útfærslan er þetta sem er skilið í fyrri, hvaðan kom hugmynd og útfærsla og hvaða tækni og svo ætlum ég bara að fara yfir hvað gekk vel og hvað gekk illa og hvað var áhugavert. Þetta getur bara verið þessi 3 kaflar sem er skilið. Bara eitthvað, þið eru bara að taka retrospektiv á það sem þið ætluðu að gera og hvernig það gekk. Þetta getur bara verið nokkra setningar fyrir hvert, en bara þið hugsið eins það hvað þið eru búin að gera og hvað þið lærið af því. Það er ekkit Þið þurfum ekkert að uppfylla það að þetta verið 10 blaðsíðna skýrsla eitthvað. Þetta getur verið 1 blaðsíða ef þið eru mjög kjarnyrst og to the point. En þið getur líka verið með dæmi kóðabrot eða eitthvað og þetta getur orðið 20 blaðsíður þar sem að 10 eru einhver kóðabrot þar sem þið eru að fara yfir eða myndir eða hönnunarskjöl eða eitthvað. Bara opin fyrir öllu. Þið með skrifa íslensku og ensku, bara skiptir engu máli. Og já, fyrirskilin, hvaða skilyrði og hvaða efnistök, verkplan og matskvarði. Ég nú búin að tala aðeins þetta fyrsta tvennt. En verkplanið kannski svona aðalega bara að þið horfið á dagatalið ykkar, horfið á hina kúrsuna sem þið eru í og sjáu, það er miðmýrspróf hér, það eru stór skil hér og þá þýðir að ég er með pláss hér eða hér og þá sjáðu ég, já, ok, það er ekkert rosalega mikið pláss, ég ætla kannski að við nýjum svo jafnt og þétt yfir missirið. Eða það myndast gati kringum páskana, ég ætla að vinna þetta þá. Að þið bara séu undirbúin undir að hvenær ætla að gera þetta og séu ekki að gera þetta allt seinustu vikuna eða daginn áður en þið að skila. Megið alveg gera það, ég er bara svona ít undir að þið skipuleggi ykkur. Síðan er matskvarðinn, þá út frá því sem að þið eru búin að segja, ég ætla að búa til vef fyrir mig og ég ætla að gera hönnunarskjöl fyrir hann og gera hann bara static og þá ætla ég að segja hérna 20% er að ég setja þetta upp allt í Figma, þess að ég er með Figma fyrir þetta allt. 30% er bara að ég geri hérna verkefnasíðuna á vefnum mínum, hún er vel útfærð, það er bara góð Figma-skjöl fyrir það. Og þú veist, góð er náttúrulega bara relatíft og huglagt og það er bara, ég ætla að eyða tími í það. Og svo ætla ég að segja 20% er uppsetning í hýsingu, ég ætla að prófa að nota aðra hýsingu en við nota aðfangunum eða eitthvað og 30% er síðan útfærsla á vefnum. Þannig að þið getið stýrt líka, sko, þú veist, vefurinn þarf ekki að vera aðal fókusinn. Þið getið stýrt líka hvernig þið vilja þetta sé metið. Og þá er ég að fá signal frá ykkur það hvernig þið sjáu fyrir ykkur að eyða tímanum og orkunni ykkar í að vinna verkefnið. Þetta getur verið eins detailað vilji, þetta getur farið niður í bara einhver 5% hérna eða verið bara high level. En bara þið hugsa það að þetta líka stýrið í hvernig þið vinnið verkefnið og hvað þið eru að fókusa á. Ef þið ætlið bara að prófa að setja upp Docker og setja það í hýsingu á DigitalOcean, af því að þú veist, það er þetta að setja upp Docker einmitt þar, að það sé bara 50% verkefni, bara læra á Docker og setja upp. Það er bara flott. Það er alveg vesen og áhugaverð ferð til að fara í gegnum. Og svo eru bara hérna þrjú dæmi það hvernig þetta gæti verið sett upp hjá ykkur. Þetta þarf alls ekki að vera flókið. Þú getur bara kopjað þetta og sagt ég ætla að gera Figma eða bara þessi hönnun á vef teikna á blað með blýant. Ég ætla bara að vera svona mjög lo-fi prototípu. Svo takk ég bara myndaði og setja það inn og skilið. Ekkert að því. Þá kannski ef þið segir það að vera 80% matskvaranum, þá kannski smá bjögun í því hvað þið setja mikið effort versus, þú veist. Þannig að þá mun ég kannski vera með eitthvað
spyrja ykkur follow-up spurninga. En það þýðir samt ekki að þið fáið ekki fullt hús stiga ef þið skilið þessu í fyrirskilum. Síðan kynning og það mánudags- og miðvikudagstímar þannig í vikum 13 og 14 og þá það bara einfalt og það getur bara verið það sem ég ætla að skrifa í skýrslunni. Það getur bara verið að þið séu að fara yfir og sýna mér hvað þið gerðuð, bæði artefaktana, vefinu sem þið byggu til, Figma prototípu, Figma hönnunarskjöl, eitthvað, eða skoða kóða, eða bæði, eða glærusýning, eða allt af þessu. Þannig að það er alveg aftur ekkert fest í stein að þetta verður að vera svona hins einn. Og ef eitthvað óörugg með þetta þá getið alltaf sendt á mig kynningu eða plan eða eitthvað áður og ég get sagt já, hljóma vel eða já, ég myndi kannski gera þetta en ekki þetta. Og síðan eftir það þá eru óundirbúnar spurningar frá mér og jafnvel samnemendum ef einhver ykkar hafa einhverjar spurningar. Síðan voða lítið talað efnistöki, eða hvernig útfærið þetta. En þetta gæti verið forritun og þá bara forritið eitthvað og setja upp. En það bara kemur í ljós eftir því þegar þið eru farin að byrja að hugsa þetta og hvernig þið ætla að gera þetta og það er ólíkt fyrir ykkur öll hvernig þetta En já, þetta svona formið á þessu. Einhverjar spurningar í fyrsta kasti á þessu? Hljómar vel, illa, áhugavert? Eru þið strax komið með einhverja hugmynd? Já, ég alltaf reyna ég vil hafa hugmynd sem svona ekki of stórt og ekki of lítil, það Já. hjá mér. Já, akkurat, en þetta of lítið og ekki of stórt, þetta er fín lína. Þannig að þið hafið núna nokkra vikur til þess að hugsa þetta og skrifa niður létt plan og svo sendið þið það á mig og þá fáið þið feedback strax frá mér. Það sem ég segi, já, mér líst vel á þetta eða þetta er ég held að þetta sé of mikið og lítið eða hugsalega þetta sem er tengt sem geti verið spennandi eða eitthvað. Og svo hafið þið bara, cirka 8-9 vikur til þess að vinna verkefnið. Síðan eru hérna hugmyndir. Og það getur verið eins og ég sagði áðan, Svelte, Vue, Svelte Kit sem er svona meta-framework, eða svona Next.js eða Nuxt sem er líka svona meta-framework. Setja upp til dæmis MySQL, SQLite, MongoDB sem er svona ekki relational gagnagrunnur. Þið getur prófað að setja eitthvað upp í Ruby on Rails, eitthvað í .NET, eitthvað í PHP, eitthvað í öðru forritunarumhverfi. Það voru heldur 2 verkefni í fyrra sem voru í Rust sem var mjög áhugavert, sem ég hef enga kunnátt í, þannig að það var bara mjög áhugavert að fara yfir og þú veist, en ég náttúrulega bara, þá annarkvort dæmi ég bara út frá því sem að þið sýni mér og ekkert eitthvað lúslesa eitthvað kóða, heldur ég bara, þú veist, svolítið high level að fara yfir. Síðan getur ég farið að skoða eitthvað svona app útfærslur, React Native eða Flutter, eða bara skrifa fyrir iOS, það náttúrulega, ef þið eru til dæmis í hugbúnaverkefni 2 núna, þá er það að fara að gera Android app, eða búin að gera Android app, þannig að þið getur notað þetta til þess að fá aðra reynslu þegar ykkur langar að fara í app-þróun í framhaldinu. Þið getur farið að gera svona flóknari kvikun eða animation, að búa til svona einhverja vefi sem eru með svona töff hreyfingum sem hefur kannski rekist á við vafur eitthvað netið. Web component sem eru svona low-level leið til þess að búa til endurnýtilegar einingar, eitthvað eigin element. Local first sem er mjög áhugavert sem er svona hvernig get ég gert vefi sem eru krefjast þess ekki að við séum online. Ég hafi verið online á einhverju tímapunkti en eftir það get ég nota vefinn algjörlega online, eða offline og verið þá að nota ég var að nota local storage eða index.db sem er partur af vef API-um. Þið getur prófað að fara yfir í Cloudflare uppsetningu, Cloudflare Workers, ókeypis að fá að setja upp þar. Það getur prófað allir með Hono, það er bara svona vel stutt að setja það bara upp í Cloudflare. Þið getur prófað það og setja upp DNS þar líka, keypt lén og prófað eitthvað áfram í því. AWS eða Google Cloud sem er meira stórt og mikið og svona flókið. Og eða eitthvað svona verkefni í formi webforrits. Það sem að þið getur verið með þessar viðskiptahugmyndir sem ég nefndi áðan, ykkur eigin vef eða blogg, vefur efni eða áhuga, eitthvað ákveð efni eða eitthvað ákveð áhuga með ykkar. Þannig að the world is your oyster. Já, þannig að það eru fyrirskil seinasta lagi 15. 19. febrúar, en þeir megi skilu þessu á morgun, bara
gefa mér séns á að búa þetta til í Canvas og við getum skilað þessu og svo fullt klára verkefni í senastlega miðvikudaginn 22. apríl. Ég held að seinasti kennsludagur sé 24. Þannig að ég seti svona smá þannig að ég geti verið búin að klára og hérna gera þetta allt í tíma. En þið með aftur skila þessu líka fyrr ef að þið viljið. Og þið skilið þess að bara ef þetta er eitthvað sem að keyrir í einhverja hýsingu þá hérna bjóðu mér í það. Þið munið líklegast vera með eitthvað GitHub repo en ef ekki þá getið þið bara skila mér slóð Figma skjal og PDF skjal í Canvas en annars bjóðu þið bara mér, ég fer bara yfir þetta, ég er með þetta alveg og svo skýrslu sem getur verið þá í formið readme skjals eða einhverja markdown skjala eða PDF skjals eða hvað sem er. Og svo kynningu svona þið verðið ekki að gera en svona, það er mjög hjálplegt fyrir mig að þið skili kynningunni daginn áður en þið kynnið og ég mun skipta í handahóf í kynningarnar en við munum fara nánar það hvernig það verður nákvæmlega formað því bara svona miðbygg annarinnar. Og ef það er eitthvað vesið fyrir ykkur að kynna þá bara heyriði mér og við getum bara fundið ykkur aðra leið út af því. Og svo er matið kannski svona aðeins flóknara en hér er það sem er fyrir skil, það er bara hérna, skiptist niður í bara skilyrði og efnistök, verkplan og matskvarða og svo fer ég yfir efnistök og tenging við webvörðun og því uppfyllið allt, það er 30%, 30% er bara hversu góða skilið sem maður bara fer yfir, það efni sem þið eru að fara yfir og svo er lokin er sem sagt skalað út frá ykkar skala, þannig að þá met ég ykkur eins og þið viljið vera metin. Og svo kynning, það er bara tímamörk, uppsetning, glærur, fordómdæmi, hversu skýr og auðveld hún er. Þetta er mjög auðvelt að fá þetta. Þið þurfið alls ekki að vera með hérna æfða kynningu sem er bara alveg upp á 10. Þið megi alveg bara vera nokkuð svona út allt og eins og ég kannski stundum, svona fara úr einu í annað og svona. En bara að þið séu búin að fara yfir hana, hugsa hana og æfa hana fyrir ykkur sjálfa minnst kosti einu sinni. Og það hafa alveg verið að nemendur hafa verið hérna ætlað ekki að kynna eða verið eitthvað óvissu með þetta, ekki ætlað að skila og svo bara farið og talað það sem hefur verið búin að vera að vinna í og sýnt smá, bara verið frábært. Bara þú veist, ég ætla að gera þetta, það gekk ekki nógu vel og þú veist, það er lærdómur í því líka. Og svo svör við óundirbúnum spurningum. Síðan ef þið byrjið og eru að skoða þetta og eru bara eitthvað, ok, ég er með geggjað hugmynd, mér langar bara einhenda mér í þetta, en ég bara vantar tíma, að þá getið þið komið og talað um mig og við getum farið yfir hvort að þið sleppið jafnvel að skila einu minna verkefni eða jafnvel 2 og stækki þetta verkefni á móti. En þá er það í raun að þið færi rök fyrir því hvernig þið eru í raun að hérna, læra eitthvað sem er sambærilegt við það verkefni sem þið ætla að sleppa og eða hvernig þið ætla að læra eitthvað annað eða gera eitthvað meira til þess að uppfylla það. Já, hverjar spurningar? Svo var allt læg bara e-maila á þig svona hálfbakar hugmyndir? Já, þið getið e-mailað mig hálfbakar hugmyndir en svona ekki alveg svona hráar en þú veist búin að setja þær í ofnin í kannski 10 mínútur og hérna aðeins að sitja með þeim. En ef þið eru óviss með, myndi þetta vera nóg, þá bara endilega senda á mig. Nei. Ok, herri, þá ætlum við að henda okkur í að skoða meira í verkefni 1.